Við erum í dag ein öflugasta vísindastofnun landsins með mikla virkni í vísindastarfi og öfluga samstarfsaðila bæði innanlands og utan. Stefnan að í framtíðinni verði þeir fjármunir sem ætlaðir til vísinda sérmerktir í öllum rekstraráætlunum og öllum plönum hjá spítalanum. Í fyrsta lagi þá byggjum við á gömlu vísindastefnunni innan gæsalappa. Þá byggjum við einnig á vinnu sem var unnin 2012-2013. Í þriðja lagi þá héldum við stöðufund með þeim aðilum sem hefðu fengið hvatningarstyrk í gegnum tíðina úr vísindasjóði. Þá byggðum við á upplýsingum sem vísindaráðsmenn öfluðu með samtölum í sínu nærumhverfi. Í stefnunni sett markið á það sé minnst að 3% af rekstrarframlagi Landspítalans sé varið til vísindastarfs. Samkvæmt okkar nýjustu úttektum á því þá þetta hlutfall núna innan við 1%. Þannig að það væri strax gríðarlega mikið fengið með því að þetta væri þessi 3%, en þá myndum við ekki einu sinni vera hálfdrættingar á við svona þessa sem standa fremst á meðal jafningja á Norðurlöndunum. En þó að þetta sé eitt af 3 hlutverkum spítalans, þá það ekki tilgreint sérstaklega í fjármögnun á spítalanum að það sé hluti af því varið til vísindastarfs. Þá þurfum við að tryggja að fagfólkið okkar hafi tíma til þess að sinna vísindastarfi. Í ráðningarsamningum og starfslýsingu sé gert ráð fyrir skilgreindum tíma til vísindastarfa starfsfólks spítalans sem hefur áhuga, getu og frumkvæði til að stunda rannsóknir. Næstum hver einasti vísindamaður og hver einasti maður sem hafði áhuga á og getu til að stunda vísindarannsóknir kvarta undan því að þeir hefðu ekki tíma til þess. Það að það sé bara hluti af vinnutíma háskólamenntaðra starfsmanna sem hafa til þess getu og áhuga að sinna vísindastarfi, að þeir hafi raunverulega aðstöðu til þess. Við erum lítið land með 1 háskólasjúkrahús, þannig að við þurfum að gæta því að halda ákveðinni virkni í grasrótinni til þess að svona næra starfið okkar. Og það líka tryggir það að við náum þá að finna sprotana, öfluga fólkið sem kemur upp úr jarðveginum og það getur komið upp í mörgum fræðigreinum, hvort sem það mismunandi sérgreinar innan sömu stéttarinnar eða eins og við náttúrulega erum að leggja áherslu á hér á Landspítalanum að vera með þverfaglegt vísindastarf. Við þurfum að halda breiddinni en á sama tíma þurfum við líka að styðja við öfluga rannsakendur sem að geta svona keyrt áfram rannsóknir sem eru á heimsmælikvarða. Fyrir það fyrsta erum við að þróa þekkingu og það náttúrulega það sem allt vísindastarf gengur út á. Augljós mælikvarða á það eru fjöldi birtinga og við höfum sett okkur stefnu það að fjölga birtingum í ritrýndum tímaritum þar sem að starfsmenn Landspítalans eru annaðhvort fyrsti eða síðasti höfundur. Síðan annar gríðarlega mikilvægur afrakstur af öflugu vísindastarfi að það menntun heilbrigðisstarfsfólks. Á hverjum tíma eru á Landspítalanum hundruð nemenda í námi á meistara- og doktorstigi. Vísindastarfið líka grunnurinn að nýsköpun, þannig að hér erum við að sjá svona nýjungar og nýsköpun í klínísku starfi en líka spretta hér upp sprotafyrirtæki sem að jafnvel geta síðan tekið flugið og lifa sínu sjálfstæða lífi. Þannig að þetta gríðarlega mikilvæg afurð sem að við myndum vilja sjá ennþá meira af. Vísindastarfi líka í eðli sínu grunnurinn að öllu umbótastarfi. Vegna þess að við erum hér á Landspítalanum að vinna að umbótum í daglegu starfi og það hlutverk okkar allra sem hér vinnum að vinna að umbótum í starfinu. En grunnurinn af því vísindastarfi, það þekkingin, umbæturnar spretta þaðan, síðan beitum við ýmsum aðferðum til þess að ná þeim fram, en vísindastarfið alltaf það sem að gefur þessu starfi kjölfestu. Og síðast en ekki síst að þá erum við náttúrulega með öflugu vísindastarfi að styrkja mönnun og auka og bæta nýliðun og festu í starfi og svona endurheimt starfsmanna sem eru þá að endurnýja sig á hverjum einasta tíma í gegnum vísindastarfið, koma hér inn með nýjustu þekkingu, bæði fyrir sig persónulega en ekki síður fyrir starfsemina í heild.